Öryggi. Það mjög auðvelt að gleyma sér þegar maður að drífa sig að forrita eitthvað og koma ykkur í gang, að það fullt af ljótu fólki þarna úti sem að reyna að skemma allt og hefur gaman að því, oft í góðum tilgangi, oft í mjög slæmum. En til þess í reyna að kynna ykkur aðeins fyrir þessu svona hvernig öryggismál eru á netinu og þá sérstaklega í kringum svona vefforrit, þá ætla ég að nýta það sem að OWASP gefur út og heldur utanum, en OWASP Open Web Application Security Project, sem svona óháð opin samtök með það markmiði að stuðla þróun öruggra forrita. Þessi samtök, þau gefa út lista af topp 10 lista yfir helstu öryggishættur vefforrita og hafa seinast uppfærið 2013, en í raun þetta svona bæði út frá því sem að hefur verið mikið í fréttum og sérfræðingar hafa mikið séð og í raun bara hversu mikil áhrif þessar öryggishólur geta haft á kerfi. Þannig að þetta svona listi sem svona svolítið kjúretaður til að vera svona, já. Þannig að þessi listi, já, seinast uppfærið 2013 og þetta eru 10 atriði og ég ætla bara að fara yfir þau og svona kannski misdjúpt og þegar að þið og ef að þið farið að forrita svona einhverjar veflausnir, þá mjög æskilegt að þið farið og farið yfir svona lista, hafið í huga þessar helstu hættur og við erum bara mjög svona, já, ég vil koma inn hjá einhverju svona heilbrigðri paranoju, af því að það það fáránlegt hvað fólk reynir að gera til þess að brjóta stöfum hans. En þetta listinn sem ég ætla að renna yfir og þetta eru þið 3 fyrstu þarna eru þessi helstu og svo koma svona áhugaverðir hluti sem oft mjög auðvelt að gleyma og já, fyrir bara yfir þetta. Fyrsta listanum injection og þetta þá einhver árás, þar sem að einhver árásaraðili prófar sig áfram með það að senda einhver texta eða eitthvað payload sem að nýti sér setningafræðina í einhverjum túlk til að ná sínu fram. Þannig að þetta geti verið það að við erum með eitthvað vefforrit sem að tala við gagnagrunn og ég sé að þú ert að taka eitthvað gildi og ætlar að gera eitthvað við það og ég prófa að fikta mig áfram bara og breyti gildrinu. Kannski ertu að taka við í innskráningaformi, hvað gerist ef ég set svona útfellingu kommu eða ég set einhver önnur gildi og fólk bara svona prófa sig áfram. Þetta oft svona exploratory testing að ég prófa eitthvað, ég fæ eitthvað feedback og ég prófa eitthvað annað og ég fæ eitthvað feedback. En algengast af þessum aðferðum að nota svona SQL injection, en þetta getur líka átt við ýmsa aðra hluti. Það til dæmis hægt að gera svona XML injection. Dæmið það var að sent XML form á Google og Google keyrði það í einhverju kontexti, ég man ekki nákvæmlega hvað það var. En ef þú settir í raun, sett svona obscure partur af XML-stalinn að geta lóta öðrum skjölum og injecta þeim inn í XML-skjalið og gert síðan eitthvað við. Svona eins og maður að include einhverju. Og þar var hægt að setja bara inn user password skjalið. Svo kom það bara tilbaka. Þannig að það svona ýmsar leiðir sem fólk notar og það ótrúlegt, já, ég ætla að hætta að segja hversu ótrúlegt það en það ótrúlegt hversu mikið fólk reynir að brjóta dót. En við pössum okkur með því að nota einhvers konar traust API og ef við erum að vinna með SQL þá notum við svona parameterized viðmót eins og við höfum verið að gera með Postgres og við pössum að öll gögn séu í raun
örugg þegar við fara inn og við erum ekki að fara að skrifa þetta sjálf, við erum að fara að nýta okkur eitthvað sem einhver annar hefur skrifað sem er traust, svo lengi, þú veist, as far as we know, þá er það traust. Af því að það getur náttúrulega alltaf verið buggar í öllu, en þannig að til þess að fá betri sýn á þetta, bara taka dæmi. Hérna getum við verið með eitthvað form sem við erum að fara að taka eitthvað gildi úr og svo erum við að fara að bæta því við einhvern gagnagrunn og þá gætum við gert það bara þannig að við skrifum SQL beiðnin okkar en svo tökum við bara og string concatenatum gildið inn í insert skipunina. En það þýðir það náttúrulega ef að þetta er einhver gild SQL skipun sem verður til þessu hérna og ég get sett hvað sem er inn í þessa breytu hér, að þá get ég bara nýtt mér það að þetta sé formað svona og gert eitthvað við þetta gildi, sett eitthvað inn að þetta fer beint úr því sem ég skrifa sem notandi inn í eitthvað SQL og ég get bara breytt þessu og prófa mig áfram. Hvað allir minn sem einhver sendir hérna eitthvað gildi sem myndi þá loka þessum hérna svega og byrja síðan einhverja nýja skipun sem gerir eitthvað enn annað. Þannig að tökum bara mjög praktískt dæmi um þetta. Þannig hérna er ég með bara gagnagrunn sem ég var með seinasta mánudag. Hérna er ég búinn að prófa að hendum þessu hérna. Hendum bara allir út. Og nú er ég aðeins búinn að breyta þessu. Þannig að ég er með hérna bara eitthvað einfalt Express app og það ætlar að tengjast við gagnagrunn og það er hérna með body parcel svo get ég sendið eitthvað form. Ef við sækjum rótina þá fáum við eitthvað form og þetta form er bara með einu inputi hérna sem er bara eitthvað value og einn takka til að senda það inn. Svo ef við postum þá þessu formi þá gerum við þessa fallegu skipun sem við vorum með hérna áðan og látum svo vita hvað við skrifum inn. Þannig að ef við kerum þetta upp og hérna upp Express-þjón. Hér er bara þetta hérna og nú erum við erum að klára verkefnið okkar. Það er að taka inn eitthvað eitt gildi og geta ítt á einhvern insert takka og þá fyrir gagnagrunn. Það er bara verkefnið okkar og við erum bara, yes, við erum búin. Sjáum hérna, fer hér, sé að gildið er komið inn. Og oft á tíðum er maður bara mjög fókusur á það að leysa verkefnið. En svo þegar maður fer að skoða hérna og ef við skiljum við þetta svona og einhver kemur og hann sér hérna, herðu, þetta er eitthvað svona reitur og hann vil bara prófa hérna hvað ég set svona. Ok. Og eitthvað ok, eitthvað gerast hérna og við sjáum náttúrulega ekkert hvað er að gerast hér, við sjáum ekkert hvað er verið að inserta inn í getum ekki stækkað þetta meira hvað fer inn í grunninn, en mér er nokkuð sama, ég er bara kominn til að skemma. Við getum prófað eitthvað svona. Hérna kom upp eitthvað villa. Þannig að greinilega eitthvað að gerast. Það er stundum kemur ekki villa, stundum kemur villa. Og ef við svona kíkjum baka tjöldin, þá sjáum við hérna að við fáum villu frá SQL-þjónunum það að sé unterminated quoted string at or near eitthvað. Í mjög slæmum tilfellum þá eru þessar upplýsingar líka prentaðar út til notandans. Þannig að þú ert að vinna eitthvað áfram og þú sérð bara, heyrðu, oft sérðu bara allt hverið og svo bendir bara svona, heyrðu, þú ert með villu hérna í hverju þínu. Og þá hefur maður nákvæmlega allt það sem maður þarf til þess að gera eitthvað af sér. Þannig að ef við prófum þetta sem að er ekki destructive þannig séð. Úps, það var kannski fullt mikið. Við bestum þessu hérna.
Þetta insestaði eitthvað. Og svona. Og nú fékk ég 2 færslur fyrir 1 insert með því að í raun eiga við, get ekki stakk, já, ok, með því að eiga við insertið. Og það er náttúrulega, þá sjáum við í raun og veru að svo lengi sem að við einhvern veginn náum að terminata strengin, þá gæti ég þess vegna sett hérna einhverjar enn fleiri skipanir inn, ef við fyrir hérna, og þetta hérna terminatar og gerir nýja skipun, þannig að ég geti gert bara eitthvað hérna, að hvaða skipun sem geti komið hérna, drop table, eða insert into, eða ég geti farið að inserta inn í aðrar töflur. Ef að notandinn sem að keyrir, sem við erum að nota til þess að keyra queryinn inn á gagnagrunnin, hefur það mikið réttindi að ég má til dæmis fletta upp öllum töflum í gagnagrunnum og jafnvel eiga við þær, þá, og ég hef séð dæmi það, sem að það í raun bara, þú tekur hérna og svo setur bara nokkur 100 línur af einhverju SQL-i sem að dæmi sem ég sá, þá var þá búið að fara yfir alla töflur í öllum gagnagrunnum og alla textareiti og þá var búið að bæta aftastíð á JavaScripti sem að lótaði síðan upp hostile kóða sem tók yfir Internet Explorer 7 og eldri. Og það var bara því að það var það var á sameiginlegu host, þannig að það voru margir vefir að keyra saman gagnagrunni, út af því að ein lausn var með hólu og sá notandi keyrði með það miklum privilegeum að hann mátti fletta upp öllum töflum í öllum gagnagrunnum á vélinni. Það var bara, hann smitaði allar töflur. Það var skelfilegt og maður var svona bara smá svona, ok, þetta impressive þó að það sé ljótt. En þetta, þetta ein leið að vera með eitthvað form og við erum að taka við þessu. En svo getum við líka verið að vinna með SQL, þar sem við erum hugsanlega að leyfa fólki að setja inn einhverja filtera, leita einhverju eða snúa við í hvaða röð hlutirnir eru birtir. Og þá það oft gert þannig að við erum að taka við einhverju úr query-strengnum. Og það hugsanlega bara hérna eitthvað, við ætlum að selekta úr einhverju töflu það sem eitthvað ID og svo bætum við bara við einhverju ID hérna. Og við erum að vísa í þetta með á einhverjum staðar við erum bara að lista öllum færslum svo getum við fengið svona detail með að íta færsluna. En að samaskapi hérna, ef við skiljum þetta eftir svona, þá verðum við bara að leyfa hvað sem að fara þarna inn. Og til dæmis, ef ég sendi bara einhverja tölu, skiptir ekki máli, og svo bara OR, 1 jafnt og 1. Af því að OR 1 jafnt og 1 gefur alltaf hitt, af því að það alltaf OR true, þannig að þá getur selektað bara allar færslur. Þannig að ef við kíkjum hérna eins hvernig þetta getur verið hérna erum við með eitthvað ráð sem heitir bara ID og það tekur ID úr query-strengnum og við hérna pössum okkur að við viljum fá eitthvað ID og svo tengjumst við gagnagrunnum og selektum hérna upp úr, concuttum svona saman og svo förum við hérna í gegnum allar niðurstöður og prentum bara út einhver texta úr hverju röð. Og þetta þá að sækja þessi hérna gögn. ID, no ID, ok. ID jafnt og 10. Og hérna vantar nú 1. Fyrst við mánum bara að gera þetta svona superlegt. Þetta við bara áfram. Svona. Þannig að núna hérna eitthvað, showing results for 10, foo. Og svo bara hérna, og þá fæ ég bara allar færslurnar, af því að ég gat injektað mínu eigin skilyrði þarna. Og þetta alveg nú opið síðan fyrir því að ég ger eitthvað hérna, loki terminati hérna skipurinni og skrifi síðan mína eigin
ljótu skipun sem gerir eitthvað. Og þetta alveg verst í heimi að lenda í því að vera með SQL injection á vefnum sínum. Þannig að alltaf þegar við erum að vinna með gagnagrunna, alltaf nota parameterized query. Þetta svona XKCD náttúrulega búin að gera comic hér um bil öll þau atriði sem að skipta einhverju máli í tölvunarfræði. Þannig að það mjög gott að finna hann til þess að svona make a point. En alltaf að nota parameterized viðmót á gagnagrunna. Þannig að við viljum alltaf gera eitthvað eins og við höfum gert. Þú ert með eitthvað fylki eða eitthvað. Það mismunandi bara eftir hvernig API hún á gagnagrunns vélina sem við erum að nota eða driverinn sem að tengjast gagnagrunnum. Eins og að þetta fer í gegnum eitthvað svona og þetta passar upp á það að þetta gildi mun aldrei fara að loka þessu query eða gera eitthvað óskunda. Þannig að það kemur inn og í raun örugt upp á því marki sem við treystum náttúrulega þessari útfærslu. En svo númer 2 á listanum Broken Authentication and Session Management og ég með linka alltaf í þessu yfir á OWASP. Þannig að þá svona í raun þegar við opnum þetta þá getum við séð hvernig gæti þetta komið, hverjir eru með þrett á okkur, hvaða attack vektora, hvernig gæti fólk verið að nýta sér þetta og hversu widespread þetta. Þetta widespread og impact, severe, such flaws may allow some or even all accounts to be attacked. Það verður slæmt. Og svo fáum við einhverja leiðir til að komast að því hvort að við séum í, hvernig myndi ég testa fyrir þessu og hvernig kem ég vekk fyrir þetta. Og hér alltaf einhverju linkar yfir einhverjar nánari útskýringar. Og eru dæmi og svo enn fleiri referensar. Þannig að þetta svona sett upp til að vera bara mjög svona concise til að fá bara tilfinningu fyrir því hvernig maður testa fyrir þessu og hvernig maður lagar þetta. En það sem þetta sér í lagi á við að með því að nota einhverja leka á upplýsingum eða öryggisgalla þá gæti einhver stolið aðgangi eða stolið innskráningu hjá einhverjum öðrum notanda. Ein af þessum áhrifum svona session fixation og skoðum myndum það eftir. Og það sem helst kannski við þetta að smíða svona auðkenningar og session kerfi rétt erfitt. Og það sérstaklega ef þú ætlar að fara að vera með svona eitthvað flóknara. Kannski að vera með eitthvað búið til notanda og logga sig inn. Við getum það kannski, en samt við getum alveg auðveldlega að vera með bakið í. Og síðan bætum við að finna, ég vil geta fengið nýtt lykilorð. Ég vil geta verið með öryggisspurningu. Ég vil geta verið með hitt eða þetta og ég get skráð mig út. Er ég að hreinsa allt rétt og svona. Þannig að gallandi geta leynst á ýmsum stöðum og þess vegna mjög gott að finna eitthvað svona kerfi sem að virkar og smíðað og í raun við vitum allavega að það eru fleiri búin að horfa það en við og það hefur eitthvað track record. En session fixation svona mjög áhugaverð árás. Þá það einhver vondikallinn og hann fer inn á einhverja síðu sem að hún langar til að reyna að brjótast inn á í okkar nafni. Hann skráir sig inn, eins og getur hann bara búið til aðgang og hann fær tilbaka eitthvað session ID. Þannig að við veitum núna að session ID, það bara vísun í eitthvað sem hann lifir á servernum og geymir upplýsingar notandann og þá líka að hann sé innskráður, hvað notandanafnið hans og svo framvegis. Og síðan einhvern veginn, með einhverju leið, þá getur hann sent á fórnarlambið þetta session ID í annarkvort query string eða einhvern veginn með því að láta notandann opna einhvern link eða eitthvað. Hann þarf að finna einhverja aðra leið til að gera þetta, en ef hann getur það og viðkomandi síðan logga sig inn á serverin sem að þú vilt brjótast inn á, þá hann loggaður inn á sama sessioni, þannig þá veit ég ID-ið á sessioninu og þá getur síðan
vondikallinn sótt sessionið fyrir þennan fórnarlambið út frá þessum lykli. Þannig að þetta þarf ekki einu sinni að vera svona flókið ef við erum að opna neti og við erum að fara yfir HTTP inn á okkur vefþjón og þú veist, cookie-in fara með í öllum requestum sem eru með session ID-in okkar í og einhvers liggur á netinu og er að sniffa þetta traffic, þá getur hann bara fengið þetta session ID. Ég veit ekki hvort þið muni eftir því, en það var tól sem gerir þetta alveg kjánalega einfalt sem heit Firesheep og þá var það þannig að þú fórst bara inn eitthvað insecure net og svo kveiktur þessu forriti. Svo sagði bara, já, ég ætla að taka þetta Facebook. Svo bara var fólk á netinu að gera request á facebook.com, svo datt bara inn, þú klikkaði bara á, það fixaði sessionið þitt á hann og þú varst loggaður inn sem bara hvað sem þú vildir. Og það var, ég held að það hafi verið hérna upp á Háskólatorgi sem var að leika sér að þessu. En eftir þetta þá pússaði mitt Facebook á það að núna fer allt yfir HTTPS. Þú kemst ekki inn á Facebook lengur með HTTP. Þannig þú losnar við þetta í raun með því að passa upp á það fari ekkert unencrypted á milli clientsins og serversins. Svo tengt þessu það sem við höfum verið að, ég er búin að tala þessu en það er hvernig við geymum lykilorð og það er náttúrulega partur af því hvernig við höldum utan notendaumsjón og það er bara það að við geymum lykilorð aldrei í svona clear text, hvort sem það er á einhverju töflu í gagnagrunnum, í loggum og þá sérstaklega við ættum aldrei að vera að setja password í logga, en það er ég sé það oftar en ég myndi vilja, að þú bara loggar út einhvern notanda og lykilorðans eða þú veist, einhver sem er að logga sig inn, þú loggar niður í raun beiðninans til að logga sig inn, þannig að bara eitthvað Óli cool, lykilorð og það kemur bara í einhvern logg, af því að það getur verið að hreinsa þetta út. Og við höfum alltaf að fara með password bara, þau eru mjög mikilvæg, eða þetta eru mjög verðmætar upplýsingar. Og þá er það að nota svona tidyföll, svona hashing function, til að breyta lykilorðinu í clear text yfir í eitthvað sem ætti ekki vera hægt að snúa aftur í upprunalegt gildi. Og það eru mörg svona tidyföll til, en MD5 og SHA-1 eru svona mikið notuð, en MD5 eigum við alls ekki að nota því það er búið að brjóta það er búið að gera þannig að við getum fengið collision í og það er bara mjög auðvelt að brjóta MD5 password því að þú getur gert það svo hratt og SHA-1 er svona á sama stað. Þannig að ef þið farið að skoða svona, þá finnið þið bara það sem er SHA-256 eða álíka sem að er gott að nota. Og svo notum við svona salt eins og við gerum í dæminu okkar svona notendur til að koma í veg fyrir að sama lykilorð fái sama hash. Þannig að ef ég er með lykilorð 1, 2, 3 og þú ert með lykilorð 1, 2, 3 þá þau ekki hassuð eins. Heldur eitthvað random gildi sem sett með og geymt á með password hashinu til þess að vita, til þess að skrambla í raun, þannig að það sé ekki sama hashið. Þá sé ég bara eitt password, ég veit þá að það eru allir þessir með þetta password og hugsanlega getur það gefið mér einhverja auka upplýsingar til þess að geta brotið kerfið. Og út af því að tölvur eru alltaf að vera hraðari, þá eru svona þessi almennu tætiföll sem eru jafnvel hugsuð til þess að fá eitthvað hass á skrár og eitthvað eða strengi og eru hönnuð til að vera hröð, það kemur í baki okkur til að með lykilorða því að þegar við erum komið með svona eins og kúta sem er svona á GPU-um, svona leið til þess að vera með parallelized keislu, að þú getur verið að prófa með MD5 100 miljóna af permutationum af passwordum á sekundu. Þannig að bara þú getur sótt forrit og ég getur verið búin að brjóta eitthvað svona MD5 hash tiltölulega hratt. En svo er bcrypt önnur leið til þess að hassa svona lykilorð og það heitir crypt og það er gert til þess að vera hægt og það er gert til þess að vinna gegn þessu. Þannig að við getum sagt bara vertu svona lengi að hassa hvert password og þá í raun er það bara keyrt í gegnum einhverja ítrun. Hún hassar það 10.000 sinnum áður en að þú skilar því. Þannig að þetta er svona mælt með að nota þetta til þess að hassa og geyma lykilorð. Svo er kannski þetta, einhver snillingurinn setti þetta sem
headermynd á Facebook-grúpunni, en lykilorð eru bara ótrúlega kjánaleg og ég hlakka mikið til þegar við fáum einhver aðra lausn til þess að geta loggað okkur inn á hluti, af því að þetta svo ótrúlega mikill single point of failure og núna til dæmis ein góð leið að búa bara alltaf til einhver random password og nota svo bara alltaf forgot your password og fá bara alltaf eitthvað nýtt lykilorð. Við erum ekkert að eiga bara ekkert lykilorð og ef maður nennir því ekki, að nota eitthvað svona lykilorða manager eins og OnePassword eða KeePass til þess að vera með flókin einkvæm lykilorð per síðu. Og þegar maður gerir það eru suma síður sem að spyrja svona persónulega spurningu sem að bara skrifa aðeins. Jú, það einmitt svona security question sem að fylgja oft notendum eða þú býr til einhvern notanda og til þess að vera viss það að ef þú týnir lykilorðinu þá get ég fundið hver þá spyr ég í hvað skóla þú varst eða hvað frænkaðin heitir eða hvað fyrsti hundurinn hét eða eitthvað. En þessar upplýsingar eru oft á tíðum ekkert svakalega vanfundnar eða þá að þú ert að díla við fólk og fólk oft veikasti hlekkurinn. Þannig já, það alveg skelfileg dæmi fólk sem hefur verið hackað bara með því að taka upp símann og hringja. Einhver sem hringdi í Apple, í nafni einhvers gauss, hann var með Twitter-handle sem var 1 stafur og einhverjum langaði það, þannig að hann fór bara í gegnum það að hringja í Apple, bara eitthvað, ég týndi innskrifingin á mail.com, þjónustuna hjá Apple og bara eitthvað, já, þú varst að gefa mér upp seinustu 4 í kreditkortinu og eitthvað. Já, ég man það ekki, byrju, var það ekki 1 fyrst? Nei, 2, já, 2, já, 3, já. Og svo gátu bara tala við þjónustufulltrúann þangað til hann fékk aðgang þarna. Fór svo bara reset password á Twitter, fékk það í e-maili sem hann var búinn að brjóta. Og þú veist, þetta var eitthvað svona, en þú veist, þetta voru svona mörg skref. Og þú veist, það er smá vulnerability hér, smá vulnerability hér. Og svo kemur einhver, tvinnar þessu öllu saman og ruglar í öllu. En svo það cross-site scripting, eða XSS, af því að það myndi valda miklu rugli ef þetta verið kallað CSS. Og þetta svipað á svona injection-árásir, en þarna ráðist yfirleitt á JavaScript túlk Vavorams. Þannig að ég bý til eitthvað svona malicious kóða og ég kem því einhvern veginn á einhvern vef, þannig að hann keyri og svo kemur einhver client, opnar þessa síðu og þá keyrir kóðinn. Og þetta sama, við treystum aldrei gögnunum frá notanda og við notum einhver trust svona APIs til þess að hreinsa gögnin og við erum aldrei að fara að birta hrágögn. Þannig að ég tek aldrei einhver gögn frá þér og birti þau beint án þess að keyra þau gegnum einhverja hreinsun. Og Vavarar svona reyna að vernda okkur, en það ekki eitthvað sem við getum eingöngu treyst á. Og svona XSS-árásir skiptast í tvennt. Það svona reflected SSS, XSS, það sem að ég einhvern veginn læti fá eitthvað payload, eitthvað link eða eitthvað sem inniheldur XSS og kemur einhvern veginn á fórnarlambið, þú opnar linkin og kóðinn keyrður og þá færðu þetta er svona þessi reflektað aftur á þig. Þannig að ég opna einhvern svona link og þetta hérna beint aftur, þannig að ég fæ alert með einum tilbaka, en þetta geti verið verra. Þetta geti injektað einhverju nýju skrifti í Vavaran hjá þér sem að sækir síðan eitthvað enn annað og keyrir í trausti þín sem client, keyrir einhvern kóða sem að gerir eitthvað af sér. Og svo erum við svona persistent XSS sem virkar þannig að við sendum þetta einhvern veginn á einhvern stað. Þannig að það er svo dæmi sem ég var að lýsa á það var einhver sem að injektaði allstaðar í gagnagrunninn einhverju skrifttægi sem að keyrði, skriftelementi sem keyrði, bara vildi reyna að keyra sig bara hvar sem er. Og þá það þegar einhver opnar eitthvað sem sækir þessi gögn úr gagnageymslunni, þá fær hann þetta í andlitið og hugsanlega triggerist þetta bara á öllum notendum eða þú getur reynt að targeta þetta sérstaklega á einhvern sem að stýri vefnum eins og
dæmi þetta sem ég séð þú veist með eitthvað logging, þannig að þú loggar til dæmis alltaf þegar einhver postar á eitthvað form, þá bara loggar heyrðu, þá að posta bara debugglögga eitthvað sem þú gleymir. Og hugsanlega ertu að taka einhverja upplýsingar notanda líka, hann referer, ég sé það, tekur HTTP refererinn, hann var að koma þessari síðu, því að þá var það ekki sanitized, þannig að þá var einhver sem að injecta inn í refererinn, headerinn, XSS-i, sem síðan einhver admin fór inn í kerfið og var að skoða login og þá var hann í raun að keyra XSS fyrir þann notanda. Og þá gæti hann, ef að cookies ekki stillt á að vera HTTP only, þá getur þú lesið cookies, senda yfir einhvern annan þjón með session ID-inu, tekið session ID-ið og komið með atbyrréttindi inn í kerfið, búið til annan notanda og hent þessu og þú getur bara leynst þarna í lengri tíma. Þetta já. En í Node eru library og eitt library, bara XSS heitir það, eða JSXSS, sem við getum notað til að venda okkur og þá viljum við annarkvort hreinsa allt input áður en við birtum eða vistum, fyrir svolítið bara eftir verkefninu, oftast viljum við gera áður en við vistum og þá keyrum við það bara svona, keyrum clean sem þá köllum í XSS með einhverju value sem gæti verið smitað og við treystum aldrei neinu sem kemur frá notanda. Þetta allt svona suppulegt þangað til við erum búin að hreinsa. Hérna svona prevention cheat sheet frá OWASP og hérna svona leikur þar sem að markmiðið að fara í gegnum erfiðari og erfiðari svona leiðir til þess að komast fram hjá svona XSS vörnum, eins og hérna sjáum við þetta hvernig getum við komast fram hjá þessu og alertað einn. Þannig við getum séð sjáum við hvað að skrifast út, ok, svo lokum við þessu og svo erum við að loka console loginu við stekkum það eins. Búin að loka þessu, þannig hérna hefur tækifæri til að setja eitthvað nýtt inn. Þannig við getum sett alert 1. Þá erum við komin með console log, lokum því alert 1, en við þurfum að losna við þessa syntaxvillu. Þannig að þá getum við gert svona. Og þá, you won. Þá kemur næsta. Hérna þetta bara eitthvað úr raunveruleikanum. Escaping scheme courtesy of Adobe Systems. Og þú veist, heyrðu, við þurfum ekki nema bara að replacea út allar gæsalappir, þá erum við örugg. Þú veist, þetta svona naív lausn, af því að þetta ekki nóg. Maður heldur þetta sem nóg, af því að eina sem manni dettur í hug bara að skrifa inn einhverjar gæsalappir, en svo getur maður komist að því bara comment, og þú veist, þá getur maður að segja að þetta svo alltaf svo gaman þegar maður að vinna með svona að maður veit aldrei hvernig kerfið bregst við, hvort að við það að sína komment að fá ég fullt af XSS í hausinn, af því að þessi gaur þurfti náttúrulega að passa upp á þetta. En ef við heldum aðeins áfram með þetta dæmi, þá getum við séð á samanskapi, þegar ég að segja eitthvað, showing result for þetta. Þannig að þá get ég prófa for script alert 1. Þetta er alltaf svona prófa fyrst. Sjá, nú fór eitthvað í köku syntax error Þannig að látum eins og þetta hafi virkað. 1, svo comment, svona. Ok, núna þetta prentast út, en ef við opnum DevTools, þá sjáum við get ég ekki zooma inn, ef við setjum þetta sem við sjáum þetta betur. The XSS auditor refused to execute a script because its source code was found within the request. Þannig að hún sá að requesti sem kom innihélt kóða sem hún var að fara að keyra, þannig að þetta svona dæmi XSS vörn í vafranum. Ok, sjáum. En ástæða fyrir því að við getum ekki treyst því við hoppum yfir í annan fínan vafra og keyrum þetta, og þá fáum við
keyrði skriftið sem ég setti inn hér. Sem ekkert sérstaklega gott. Og þá getum við sagt hérna document.cookie. Þá fæ ég bara allar cookies sem eru settar þetta. Og ef ég myndi loada þessu síðan, gegnum eitthvað annað, þá myndi maður bara ekki taka eftir neinu. Þú opnar einhverja slóð, það er bara búið að ræna session ID-inu og allt í einu farið post það að einhver hafi loggað sín á Gmail frá Kína eða frá Bandaríkjunum eða eins og vinkonum í landinu frá Rússlandi, sýnist ykkur. Þannig að ef að þið eru geymið stóran part lífs ykkar í Dropbox eða Gmail, þá skulle þið kveikja á two-factor authentication, sem þýðir að þið þurfa alltaf að fá SMS til þess að áður en þið getið gert svona og það getur mitigatað svona flestar svona árásir, þar sem að fólk nær lykilorðin ykkar, af því það er ekki með síman ykkar. Þannig að bara er einhver hérna sem er með two-factor authentication? Setið two-factor authentication á krakkar. Þið getið ekki gert það eftir á, þeir eru búin að tapa Gmailin ykkar. Það er suck. Þetta er að taka smá tíma hérna hjá mér. Tökum hérna þetta í viðbót. Insecure Direct Object References. Þarna er þetta að við erum með einhvern hlut, við erum með einhvern resource, eitthvað skjal eða skjöl í gagngrunni og við leyfum í raun notanda að gera einhverja beina vísun í einhver gögn. Þannig að það gæti verið að við séum með eitthvað á síðu og svo erum við með eitthvað secure data og það er eftir bara einhverju ID og ID er jafnvel bara hlaupandi tala. Þannig að þá sé ég þetta og ég má skoða þetta og mér er bara birt það að ég má opna hérna secure data ID jafnt og 1 úr einhverjum lista einhvers staðar. En ég tek eftir þessu og ég prófa svo bara hvað með ID jafnt og 2 eða 3 eða 4 eða 5 eða 6 eða 7 eða bara alveg upp í óendanleikan. Og ef það er ekki raun verið að gera heimildatjekk áður þú sækir, þú veist að treysta á það bara að notandinn fatti ekki að hann geti sótt þetta bara með því að birtist bara aldrei í lista, hann fá aldrei linkið það er ekki nóg. Þannig að við þurfum alltaf að athuga áður þú leyfir einhverjum að ná einhver gögn, hvort hann megi raun og veru ná í þessu gögn. Að það er svona security through obscurity að ég gerir bara svona ég veifa höndunum, fattar þetta ekki? Þá takk enginn eftir þessu. Þetta er líka, ég held að það er gaur í fangelsi fyrir það að sjá svona hjá Apple sem að gaf honum upplýsingar eitthvað tæki sem að voru skráð á AT&T networkið. Þá fann hann bara eitthvað, hann var að skoða eitthvað hjá sér, sá það var eitthvað linkur. Þá gæti hann séð að síminn hans var registraður svona á AT&T og hann sá að það var hlaupandi tala í strengnum. Hann bjó til skriftu sem að sótti allt þetta og gæti henni séð svona, hann gæti fengið úrtak sem gaf honum þá, hann gæti spekulerað hversu stórt margir væri með iPhone eitthvað, þetta var svona eitthvað. En hann var ekkert að gera neitt, hann var ekkert malicious, en hann fór samt í fangelsi eitthvað út af því að hann var með svona, hann nýtti sér öryggisholu. Þannig líka þegar við erum að gera þetta og við finnum eitthvað svona, ef þið farið á fiktið og sjáið og reyna að henda inn úrfellingakomum og dössum inn í öll input, þið geti verið destructive, þið geti skemmt hluti og ef maður sér svona, þá lætur maður vita og flestir í dag eru farnir að taka svo vel, en stundum getur maður líka lent í að fólk bara hóti manni og fyrir það að benda á eitthvað sem er vissulega villa hjá þessum aðilum. Hefur eitthvað fengið dóm á Íslandi fyrir að stinga þessi? Já, það er ekki hakkari. Ég man ekki eftir svona stóru, en maður hefur nú alveg séð ýmislegt, og ég hef alveg reportað svona hluti og félagar mínir og kunningjar. Og yfirleitt er bara tekið vel, það er kannski út af því að þetta er svo lítið samfélag hérna, þannig að yfirleitt kannski kannastu við eða þekki gaurinn sem að sitja við hliðina á þessum sem að skrifa þetta. En þetta er svona, við gerum öll mistök og við reynum að, við erum með hvíta hattinn, við erum ekki með svona black hat, það skemma og vera ljót. Security misconfiguration og þá erum við með einhver kerfi og
þessi kerfi innihaldi einhverja leiðir til þess að gera einhverja ákveðnar aðgerðir. Nei, við getum hérna fengið eitthvað svona debug log eða eitthvað svona sem hjálpar okkur þegar að deploya. Við fáum miklu meiri, miklu stærri villuskilaboð og eða þá við getum einhvern veginn vitað, við getum sent inn einhverja headera í einhver ákveðin kerfi og fengið tilbaka einhverjar upplýsingar. Eða við getum vitað það að þú ert að keyra þessa útgáfu af WordPress af því að það er skrifað út í bara HTML-niðinu eða einhverjum headerum á vefniðinum. Þannig að þetta allt svona gefur manni upp einhverjar upplýsingar og þá hugsanlega leiðir til að ráðast á kerfið okkar. Og oft þetta þá svona einhverju leyti svona security through obscurity að passa upp á að þú vitir ekki að ég er að keyra Express eða þú vitir ekki að ég sé að keyra WordPress einhverja útgáfu. En það er það svona kannski losar okkur við einhverjar árásir en helsta í þessu hérna er að einhverja debugga eitthvað vandamál, setja vefinn í einhvern debug mode og gleymir að slökkva því. Það hef ég séð ótal sinnum og ekki gott. Þá getur það bara verið einn biti af upplýsingum sem ég þarf með einhverju öðru til þess að brjótast inn. En tökum svona 7-8 mínútna pásu eða eitthvað svoleiðis. Ég byrja aftur svona 55.
Heyrði, við klárum nú að fara yfir þetta og tökum svo smá svona Heroku debug session. En 6. atriðið á listanum hjá OWASP er Sensitive Data Exposure og þetta er þá kannski minna tæknilegra en hin atriðin, en það er í raun þetta sko, hvað ef eitthvað slæmt gerist, hvað ef einhver notar einhver bug á vefnum hjá mér og nær að dumpa öllum gagnagrunnum og fær bara öll gögnum mín. Hvað er það með í höndunum? Er eitthvað, hefur hann einhver viðkvæm gögn sem að geta skipt máli? Og þetta náttúrulega að gerast mjög oft og hefur gerst náttúrulega bæði heima og gerist margoft úti og það er bara einhver kemst inn einhvern veginn og yfir einhver tíma er hann bara hægt og rólega svo lengi sem hann fattast ekki að það er einhver í kerfinu, er hann bara að líta sig út, kannski bara öllum gagnagrunnum sem hann kemst jafnvel í allan source kóða og svo er þessu bara sippað upp og sett á torrent og allir geta að skoða þetta. Og hvað er fólk með í höndunum? Og þarf að dulkóða eitthvað? Er ég með einhver gögn það sensitív að við viljum dulkóðu og hvernig ætlum við að dulkóðu? Ætlum við að dulkóðu og geima svo decryption lykilinn bara á sömu vél eða í annarri töflu, þannig að það er ekkert mál að finna hann, eða bara hvernig ætlum við að bara hver er taktikinn hjá okkur. Og þegar við erum með svona gögn sem eru skilgreind sem mjög viðkvæm eins og kreditkortanúmer, þá þarf maður að fara í gegnum alveg heljarinnar prósess áður en maður má geyma þau, þó maður getur alveg geymt þau, nema bara ef þú kemst upp og þú gerir það án þess að vera svona PCI-vottaður, þá bara getur þú verið lögsóttur og lent í vandræðum. En ég man ekki hvað er svona PCI-vottan og checklistir, þetta er ykkur 30 atriði, þú veist að fara í gegnum úttekt og þetta er mikið mál. Og bara þú veist að möndla með kreditkort, þannig að þú veist að fara að setja upp einhverja vefbúð og ætlar að skrifa þína eigin, eða vera með þína eigin greiðslukortagátt, þú veist, tengjast við einhverja gátt hjá einhverju, þessu Borgun eða Valitor, þá þarfst að fara í gegnum svona ferli. Svo er líka hægt að fara í gegnum svona greiðslusíður, þar sem þú veist í raun að úthýsa greiðsluferlinu til þá greiðslu til færsluferlisins eins og Valitor eða Borgun eða kreditkort heima og þá í raun getur maður sloppið við svona einhver vandræði eða svona bras við það að fara í gegnum svona vottun. Og þetta er líka hvað ertu að geyma í loggum. Þegar að geyma til dæmis kreditkort í loggum, maður hefur rekist á það. Maður hefur rekist á það í líka, það var einhver Dani sem var á heimabankanum sínum, sá að vera að nota eitthvað analytics tól og analytics tólið var sem sagt að taka allar síður sem hann heimsótti og ein síðan sem hann heimsótti var sem sagt kreditkort yfirlitið og í hverjastrengnum var bara kreditkortanúmerið og gildistíminn og allar upplýsingar til þess að gera eitthvað með kreditkortanúmerið. Svo var þetta geymt í einhverju analytics tóli sem líklegast einhverju markaðsdeildum varu með aðgang að og veist, þannig gæti einhver bara hægt og rólega verið að skrifa niður kreditkortanúmer og svo seltu á einhverjum svartamarkaði. Missing function level access control, það er svona svipað sem vorum með áðan, svona direct reference, að þú ert í raun að fela aðgang í staðinn fyrir að vera með á function levelinu að banna eða leyfa eitthvað. Þannig að ég bara, ef þú ert loggaður inn, þá máttu gera allt, nema ég fela fyrir þér að eyða dótinu nema þú sért notandi sem heitir admin eða eitthvað svoleiðis. Þú vilt þá að þú getur innskráðið og þá sjáur einhvern link á /admin en svo ef ég prófa það þá fæ ég bara aðgang. Það er eitthvað svona falinn linkur á bakvið. Þannig að þetta er allt aftur sko. Við viljum athuga hvort að þú hafir aðgang að gögnum og þú vilt líka athuga hvort þú bara hafir aðgang yfir höfuð að einhverju virkni á vefnum. Þannig að þetta er svona eins og við vorum að setja
setja í dæminu okkar middleware route til að athuga hvort að notið sé lokaður inn. Svo gleymum við því á einu ráti og það fattar það enginn að því að þú fær ekki linkina þannig að þú komist inn nema ef einhver fyrir að prófa sig áfram og kemst yfir eitthvað sem hann á ekki komast yfir. Svo þetta eiginlega uppáhaldsveiklingi minn, CSRF, eða Cross-Site Request Forgery. Þá það þannig að þú ert með einhvern vef og svo einhver annar vefur sem ég hef áhuga á að ráðast á. Og ef að þú ert notandi þar, þá myndir þú vera að keyra einhverja aðgerð, eða mega keyra einhverja aðgerð og ég kannski set link á vefinn hjá mér sem bara einhver mynd en hún vísar í eitthvað á einhverjum öðrum eftir. Þannig að hérna get ég einhvern veginn fengið þig til að heimsækja vefinn minn. Ég sendi bara post á fullt af fólki eitthvað og þetta hliður einhverja mynd, þú sér bara einhverja brotna mynd en við það að hafa gert requesti á myndina þá ertu búin að keyra einhverja aðgerð á einhverjum öðrum vefþjón. Svona þegar þetta var að koma í ljós þá var ég held að dæmið sem einhver tók var að hann gat látið heimsækja síðu og látið þig panta á Amazon einhverja vöru og breyta shipping addressinu eitthvað. Nú fórstu einhverja síðu og ég held að það hafi verið verra en að það bara bætti við einhverju vöru í körfuna hjá þér. Af því að það var bara linkur á eitthvað hjá Amazon sem leyfði mér í gegnum bara einfalt GET request að framkvæma aðgerð. En svo þetta að gera þetta flóknara og ég get búið til form og posta því og það þetta að tvinna þessu saman með annað til að gera enn meiri skaða. En til þess að koma í veg fyrir þetta þá hefur við ekkert nema bara að annarkvæmt að fá notandi til að staðfesta aðgerðina eða setja ykkur svona falin gildi sem eru tímaháð í formin sem við erum að nota. Þannig að þú þarft að opna einhverja síðu, þá verður til eitthvað gildi sem þú síðan sendir með öllum hinum gildunum þínum og síðan staðfest í bakendanum. Þannig að eins og hérna stæmið það að ég set hérna eitthvað, Project 1 Destroy, set það á einhverja síðu og notandinn hliðir upp síðunni, hann loggaður inn og hann keyrir aðgerðina og eyðir einhverju. En til þess að setja inn svona gildi, nonce eða CSRF token, þá getum við notað CSRF sem middleware sem takmarkar svona CSRF árásir. Þá þurfum við fyrir öll form sem við ætlum að setja upp, þá bætum við svona token. Þannig að þá erum við með eitthvað input type hidden, eitthvað CSRF gildi og það kemur frá þessu middleware. Þannig að nú aðeins betra dæmi hér. Þannig hérna við setjum upp þetta CSRF pakka hérna, require CSRF og síðan erum við með eitthvað form sem að gerir eitthvað og það protected með því að setja í raun að við notum þetta middleware. Þannig að ef eitthvað kemur, ef þú gerir request á þetta ráð með einhverju formi og þú ert ekki með þennan token sem var búinn til þegar þú hlóðst upp forminu sem sendur hér þrjú gettarformið, þá hann færið bara villu og segir það búið að eiga við sessionið. En þetta getur verið mjög erfitt að venda gegn þessu því að þú getur alltaf gert, vefurinn bara þannig settur upp og ég get alltaf gert request út allt. Og, þannig að leiðin til þess að komast hjá þessu að setja einhver svona gildi. Eins og til dæmis ef við einhvern tímann lenti í að reyna að breyta lykilorðum ykkar eða bæta við, gera einhverja svona destructive aðgerðir eða slá inn passwordið ykkar aftur, þá það einmitt til þess að koma í veg fyrir svona og bæta við öryggi. Eða jafnvel bara ef einhver hefur komist yfir tölvun ykkar og reyna að loka sér á Facebook og breyta lykilorðum ykkar, þá þarf hann að gefa upp gamla lykilorðið. Using components with known vulnerabilities og svona aðeins snerta á þessu kannski, en
þegar við erum að skrifa forrit þá oft á tíðum ekki besta hugmyndin að vera að skrifa allt frá grunni og það auðvelt að sækja bara alls konar dót og hlaða því bara inn, bara histu hér í forritinu okkar, þetta jQuery-plugin, þetta hérna í bakendanum og þetta. En hver skrifaði þetta og hversu svona öryggis-conscientious var viðkomandi og hvernig ætlar að uppfæra þetta? Ætlar þú að leið og þú tekur inn einhvern svona pakka, þá ertu í raun að skuldbinda þig til þess að uppfæra hann og fylgjast með honum. Af því annars getur bara lent í því að það kemur upp eitthvað buggur og vefurinn ónæður. Þannig að þá bara, hvaða ferli höfum við til þess að uppfæra og sjá til þess að allt sem við erum að nota sé í raun í lagi. Og þetta verður náttúrulega meira og meira relevant eftir því sem maður í svona stærri og stærri verkefnum. En kannski það sem hefur versta reppið þarna WordPress og alls konar plugins fyrir það sem var bara kjánalega auðvelt að sækja og setja upp og keyrði síðan bara sem einhver rút á einhverjum verkþjónum og svo uppfæringin það í 2 ár, svo kom einhver buggur sem að leyfir að taka yfir vélina og fólk bara automatar það bara crawlar vefinn og finnur einhver WordPress uppsetningu með vulnerable útgáfu og bara óna vefinn og gera eitthvað við hann. Þetta var rosalega mikið og ég sé alveg töluvert margar svona defaceaði vefi en þetta ennþá að gerast. Félagi minn var að hjálpa einhverjum að laga þetta bara í seinasta mánuði. Þannig að það svona alltaf því meira sem við erum að gera sjálf, ef við erum að reka okkur ein vél eða við erum að setja upp einhvern hugbúnað frá einhverjum öðrum, sérstaklega ef það mjög vinsæll hugbúnaður, þá WordPress eitthvað svona fórumkerfi eða svona, að þá þarf maður að vera á tánum með að uppfæra þetta. NPM install, það setur nýjustu útgáfu af viðkomandi, en það líka festir þig á þá útgáfu, þannig að þú þarft síðan explicitly að segja uppfærið útgáfuna þegar þú gæti lent í svona breaking changes. Þannig að þetta svona healthy amount of paranoia. Unvalidated redirects and forwards, það seinasta. Það þegar við erum með einhverju svona áframsendingu, við gerum eitthvað og þegar þú ert búin að búa til aðgang, þá ætlum við að redirecta eitthvað annað. En svo gætum við lent í því að einhver sendi mér link sem nýtir sér einhverja redirect virkni. Ég segi bara, hey, ég treysti example.com, en leiði ég fyrir þennan, þá mér redirectað yfir á eitthvað sem að fylgja þarna eftir og ég jafnvel búið að einhvern veginn encodað eitthvað, þannig að kannski tekur fólk ekki eftir því. Og evil.com bara svona phishing síða sem látir lítið út nákvæmlega eins og example.com og þú loggar þig inn þar og eitthvað, kemur bara villuskilaboð en það er búið að ræna lykilorðinu. Þannig að við þurfum að staðfesta í raun að þessi redirect sem við erum að fara að framkvæma, að þau séu á einhvern stað sem við erum sátt við að notendur fari. Eða þá bara að reyna að forðast að vera með einhverjum svona áframsendingar nema í sérstökum tilfellum og þá ekki vera að leyfa fólki að breyta þeim. En þetta þessi topp 10 listi og það sem við höfum að gera bara almennt, aldrei treysta neinu. Svona heilbrigð paranoia. Og maður með eitthvað, gæti maður verið eitthvað target. Ef þú ert að vinna í banka, þá allir mjög paranoid. Svona óheilbrigt paranoid, sem líka bara gott. Og hvernig mun ykkur reyna að ná því? Þá svona að setja sig í spor einhvers árásaraðila eða keyra svona penetration test, pen test, sem þá, þú setur upp eitthvað svona próf, hægt að brjótast inn með hvað aðferðum og þú, oft þetta einhverju svona einhverjur aðilar sem hafa verið lengi að fikta í svona og eru svona white hat, eru góðu gæjarnir sem hafa mjög mikinn áhuga að brjóta stöf og þessir aðilar kunna þetta og reyna að brjóta og gefa þessu einhverja skýrslu og segja hvað þú ert að laga. Og eins og með svo margt annað,
þá mjög auðvelt, mjög erfitt að reyna að retrofitta eitthvað öryggi á eitthvað dót, þú ert búin að byggja eitthvað risastórt project og það allt morandi í hólum, þannig að bara með það að setjast niður og eftir þú ert búin að plana hvað þú ætlar að gera, plana svona hvernig kemur öryggi inn í þetta og reyna að gera sér grein fyrir þessum hættum áður en að vera raunverulegar. Treystum engum. Skeptísk. Og svo, það sem ég var hrifinn, alltaf þegar ég var að vinna meira í svona stærri verkefnum í svona sem verktaki eða sem í útsaldri vinnu, að fá bara öryggisúttekt. Þú ert búin að vinna eitthvað verkefni fyrir einhvern annan aðila og svo færðu bara einhvern þriðja aðila sem kom inn og hann fer yfir þetta. Og það til dæmis fyrirtækina heima sem heitir Syndis sem að sér þetta. En senast þegar ég vissi það var svo ógeðslega mikið að gera hjá þeim að það var erfitt að komast að. En þeir taka að sér alls konar, bæði að taka svona penetration test, þeir geta lesið yfir source kóðinn og þá fær maður svona aðeins meira traust á það sem maður er að gera sig í lagi. Svo þurfum við að forrita að nota umhverfið okkar rétt, svona fletta upp, hvernig eru öryggisstillingar á þessu, hvernig stilli ég þetta til þess að vera ekki að lenda í vandræðum. Og nota öruggar aðferðir og forritasöfn þegar við getum, ekki skrifa sjálf og nota tólið svona static analysis, eins og JS-Hint og önnur tól í þeim umhverfið sem við vinna í. Eða svona automatic penetration testing sem í raun, þá bara eitthvað forrit sem að þú sleppir því bara á einhvern vef og það reynir bara, finnur form og það reynir að setja inn alls konar gildi og í raun lætur því bara vita ef það sér eitthvað sem hugsanlega gæti verið malicious eða þú veist, einhver öryggishóla. Og þessi tól geta verið alveg fokdýr í keislu. Þú veist, bara að fá eina keislu getur kostað alveg fleiri 20.000. Þetta oft svona mjög specific þekking. Það eitthvað proprietary stuff sem einhver búin að búa til sem með fullt af einhverju svona göldrum til þess að komast að villunum. Svo þurfum að skrifa kóða, fá einhvern annan bara til að lesa yfir og vera þá svona, hvernig myndi ég geta brotið þetta? Það er rosalega skemmtilegt. Fá eitthvað svona, jæja, hvernig eigum við að brjóta þetta? Það miklu betra að ég brjóti þetta sem samstarfsfélagið en einhver óprútinn aðili út í heimi gera. Svo svona í lokin aðeins dulkóðun og ég ætla ekki að fara neitt praktist hvernig þetta virkar eitthvað svona, en við getum stundum vilja vera dulkóðagögn þannig að þau séu hvergi geymd í raun nema ég megi lesa þau og þá erum við með svona symmetric, þar sem ég er með einn lykil sem dulkóðar og afkóðar eða þá með svona public key þar sem að hver sem getur dulkóðað en bara svo sem með private keyin getur afkóðað, þá það já. Og ef við erum að fara að nota eitthvað dulkóðun og við sjáum að verkefni sem við vinna í það krefist þess, þá ætlum við ekki að segja, hey, það er ekki eitt auðvitað að skrifa svona dulkóðunarlibrary, en það er það ekki. Og þá notum við aftur, við notum eitthvað traust. Einhver traust forritasöfn. Og svo já, oft er fólk bara veikasti hlekkurinn. Svo PKI sem þessi Public Key Infrastructure sem að leyfir okkur að eiga örugg samskipti á öruggu neti og að geta sannreynt að einhver sé sá sem að segist vera með einhverja svona undirritun. Og þá þetta þannig að það eru aðilar sem að bara, við erum implicitly að treysta þeim. Það eru bara á tækjunum okkar búið að setja inn skilríki sem segja til það, hérna er ég með skilríki frá Verizon og ef að það er einhvað, þú ætlar að eiga samskipti við einhvern vef yfir HTTPS og hann er með skilríki sem er undirritað af þessu Verizon skilríki sem við erum með á vélunum okkar, þá treystum við þeim. Og þá í raun, ef við viljum gera þetta, þá förum við til einhver svona certificate authority og við segjum, kæri certificate authority, ég vil fá svona HTTPS skilríki
eða skilríki fyrir vefinn minn og hann segir ekkert mál, rukkar okkur með einhverjar krónur og við fáum skilríki sem við setjum upp á vefþjónunum okkar og þegar að einhver kemur á HTTPS og spyr okkur þá hliðar hann upp þessu skilríki eða gerir svona key exchange og athugar hvort allt sé í lagi og traustið í raun það að við keyptum þetta skilríki frá einhverju svona certificate authority sem og því treyst. Og svo þarna Diffie Hellman lyklaskipti og búin til eitthvað svona symmetric lykill sem síðan notaður í samskiptunum. Þannig að en traustið í grunninn frá þessu certificate authority og það svona áhugaverð æfing að keychain sem það sem heldur utan skilríki í makkanum. Þetta þessi certificate authority sem ég treysti implicitly með því að keyra macOS. Allir þessir aðilar geta gefið út skilríki og ef ég fer inn á VF sem sænaður í þessari keðju, þá mun ég treysta þeim. Og þetta svolítið mikið og við hverja uppfærslu á stýrikerfinu, þá dett inn bara einhver ný einhver nýr certificate authority í þessu landi. Svo kannski kemst einhver yfir það og stelur því og nota það til þess að sæna einhverja vírusa og búið til vefi sem eru í einhverju rugli. Eins og þetta gerðist með hvað heitir nú vírusin sem var targetaður á kjarnorkuverin í Íran. Það komst einhver yfir 2 root certificate og það komst ekkert upp og gat nota það til þess að sæna kóða sem síðan stýrikerfið á þessum vélum treysti að treysti kom frá þekktu authority. Þannig að öryggi á internetinu svona skrítið og það til dæmis, eins og ég held ég sagt ykkur á föstudaginn, Bretar, eða einhverjum á föstudaginn, að í Bretlandi núna það virkilega verið að tala það að það banna ákveðið sterka encryption. Þannig að ríkisstjórnin geti alltaf komist í gögnin af því að ríkisstjórnin og það mun náttúrulega bara brjóta internetið í þeirri mynd sem við sjáum í dag af því að það myndi vera að brjóta lög með því að opna eitthvað með HTTPS. Það er alveg snargeðveikt. En svona við erum með eitthvað website og við fáum við biðjum eitthvað certification authority skilríki, þeir gefa okkur það og við setjum það upp á vefnum okkar og svo kemur einhver notandi hann requestar, hann fær skilríki tilbaka og hann ber þetta saman við þetta root certificate sem sett upp á vélinni eða hugsanlega browserinn okkar, þeir geta verið með önnur skilríki. Þannig að ég geti verið með einhver ákveðin skilríki í stýrikerfinu sem ég treysti og svo getur Chrome verið með enn önnur skilríki sem hann treystir. Og svo það mismunandi á símum. Þá einhver önnur skilríki og svo renn út skilríki og þá fer allt í rugl og þetta ótrúlega skemmtilegur heimur. En svona alveg til þess að loka þessu, þá búið að vera svona ákveðin vinna í gangi með að búa til svona headera sem geta aukið öryggi og oft á tíðum mjög svona ódýr leið til þess að gera vefinn okkar bara aðeins öruggari. Og þá til dæmis HTTP Strict Transport Security leið til þess að segja browser að hann eigi að heimsækja vef aðeins í gegnum HTTPS, þannig að hann megi bara ekki nota HTTP til þess að heimsækja þennan vef. Þannig að þá getum við sett bara svona header á bara öll response frá okkur og þá mun vafrar sem styðja þetta, þeir munu aldrei heimsækja vefinn okkar með HTTP. Og þetta svona leið bara til að passa upp á það að sé ekkert að leka í gegnum HTTP. Af því að þó við opnum einhvern vef með HTTPS en við erum með eitthvað efni á HTTP, þá getur það myndað gat inn hjá okkur. Þá erum við svona mixed content villur. Og þá bara eins og hann benti á ef við förum inn á þetta alert 1 to win og ég reyni að gera eitthvað á HTTPS, þá fáum við mixed content. The page at HTTPS was loaded over HTTPS but requested an insecure resource.
HTTP tvíbútur. This request has been blocked. En svo get ég farið hérna og sagt bara, já, unsafe, en mér langar svo að spila það. Og þá get ég aftur hérna gert þetta, en þá hérna búið að breyta HTTPS hérna uppi í það að vera svona brotið HTTPS. Og svo þessi sjálfvirka XSS word sem við sáum Chrome trigger áðan. Við getum sem sagt bara explicitly sagt að hún eigi að vera keyrð. Að þegar notandinn gæti slökkt á henni, en við getum þá kveikt á henni sérstaklega fyrir okkar vef. Og svo fleiri. Hérna íslensk strákur sem heldur úti svona tóli sem að tekkar á síðunum okkar og með svona best practices fyrir svona lagað. En hérna eru nokkrar áhugaverðar síður hvernig PK að virka og hvernig HTTPS og hérna mjög áhugaverður fyrirlestur, hann heitir Moxie, eitthvað, mann ekki, hann svona algjör, svona vagabond forritari sem fer og að reyna að laga öryggi á netinu og svona með planum að gera svona distributed öryggi, þannig að það engin einn punktur sem að getur feilað. En já, svo bara svo gott að muna að fólk oft á tíðum lang veikasti hlekkurinn í þessu öllu saman. Sama hversu öruggt kerfið þú býrð til, þá getur þú bara hringt og fengið ótrúlegustu hluti bara með því að vera alltaf kurteis og spila svolítið á viðkomandi. Og líka þegar við erum að vinna með einhver svona kerfi, að við sjáum eitthvað og við vitum að eitthvað skrítið og eitthvað svona ekki eins öruggt og það ætti að vera, að láta vita og að vera svolítið svona meðvitið svona, þú veist, eins og oft á tíðum fær maður bara aðgang að einhverju og þú kannski með bara óheflaðan aðganginn í gagnagrunn fullt af upplýsingum sem þú ættir ekkert að vera að komast í. Þess vegna ég alltaf mjög glaður þegar ég að vinna verkefni. Ég vill ekki fá aðgang að production gögnum. Ég vill bara láta eitthvað sem sér að reka dótið, taka kóðan og deploy honum. Ég vill bara ekki einu sinni hafa möguleikana á því að komast í gögnin ef ég kemst hjá því. Af því að þá ertu komin með svona frekar mikla ábyrgð. En þetta tók nú aðeins langur tíma en ég ætlaði mér. Þannig að ég ætla að taka smá hvað ef þið hafið einhver komment þá get ég meina að setja upp hérna. Ég ætla að taka aðeins. Já. Svona. Ég ætla ekki einu svona að setja þetta á netið því að ef einhver hugsanlega myndi copy-paste eitthvað á þessu, þá verður það ekki gott. Þannig að þau dæmi sem ég hef tekið og það að nota, já, heyrðu, ég glemdi nú alveg að sýna ykkur, tökum það líka hvernig við ætlum að tryggja í verkefni 6 að við séum ekki að fara að lenda í einhverjum vandræðum eins og með þetta hérna. En það sem við viljum gera, þess að koma í veg fyrir þetta að þetta geti gerst, geti fengið svona reflected XSS árás, það að bara þegar við tökum inn gögnin, þá hreinsum við þið með þessu XSS. Þannig að þetta keyrir í gegnum bara kóða sem við treystum, sem að sér það að hreinsa út og breyta í raun HTML bara yfir í eitthvað sem öruggt, eða svona öruggt að því leyti að það ekki að fara að gera eitthvað vandal. Þannig að þess að keyra þetta, þá breytir þessu bara yfir í það breytir þessu yfir í svona entities. Þannig að þetta prentast út sem bara saklaus strengur. Og svo það eru ótrúlegustu leiðir. Það er að nota CSS til þess að gera svona árásir. Það er að nota JavaScript, það er að nota bara alls konar. Þannig að við erum ekki að fara að setja okkur inn í það allt, við erum bara að fara að nota eitthvað svona og keyra þetta í gegn. Þannig að þá setjum við utanum öll gögn sem koma frá notanda, þá köllum við í eitthvað svona sem hreinsar gögnin.
Þannig að validation, svona að hreinsa gögnin fer fram bara eins snemma og við getum. Og svo ætlum við ekki að nota eitthvað svona string concatenation til að búa til SQL. Við ætlum alltaf að nota parameterized queries eins og við vorum að gera, höfum gert í öllum hinum dæmunum. En ok, ef að við lendum í því að við keyrum kóðun okkar og hann virkar fínt hjá okkur, en síðan komum við erum búin að deploy hérna yfir á Heroku og við opnum vefinn okkar, vekjum hann hérna og eitthvað virkar og svo gerir eitthvað svona það er ekki bilað hjá mér. Hérna. Application error. Þá náttúrulega höfum við ekkert voðalega mikið if you're the application owner, check your logs for details. Okay? Og hvernig gerum við það? Það sem við gætum gert er að fara hérna og bætt við addoni eins og Papertrail sem er svona log management tool. En til þess að gera það, þá þurfum við að verifya accountun okkar hjá Heroku. Þannig að þá fáum við hérna uppi item could not be created, please verify your account. Og til þess að verifya accountun okkar, þá þurfum við að gefa upp kreditkort. Þannig að það er í lagi ef við treystum því, þá þurfum við bara að passa okkur. Þetta er bara, þeir gefa okkur ákveðið mikið og svo þurfum við á einhverjum tímapunkti að gefa eitthvað á móti. Og þá er það bara ef við gerum eitthvað, provisionum einhverju sem kostar pening, þá fáum við rukkunum það. En þetta er ekki eina leiðin, að þegar við getum líka farið inn á toolbelt.heroku.com og sótt þetta Heroku toolbelt, sem er svona command line interface. Þannig sjáum við hvað er góður kontrast hérna. Sem að við sækjum bara fyrir okkar stýrikerfi og keyrum svo upp og getum síðan í skilinni kallað í Heroku hérna fallið, eða forritið. Og svo byrjum við að skrifa bara Heroku login og þá fáum við bara hérna enter your Heroku login credentials. En núna ætla ég hérna að sjá hvaða vill að koma upp hérna hjá mér. En ég segi Heroku login. Kallar hann eitthvað hérna, stækkum þetta aðeins. Tekur smá tíma, sko, ok. Svona logga ég mig þá inn og er núna tengdur í raun við þennan account sem er hérna hjá Heroku. Þannig að þá get ég gert ýmislegt sem ég get úr þessu viðmóti á heroku.com get ég gert í gegnum þetta tól. Þannig að við gerum hérna Heroku help. Þetta er alltaf að gera einhver köll þannig út. Og svo. Þannig að hérna, sjá, lokum þessu. Þannig að hérna getum við getum skoðað, manage add-ons, við getum búið til og eytt uppum og við getum gert alls konar. En hérna getum við séð display logs for an app. Ok, Heroku help logs. Ok, display recent log output. Ok, við getum séð hérna the number of lines to display, only display logs from a given process, given source og svo getum við tailað. Þannig að þá getum við, ef eitthvað kemur upp, þá bara sjáum við það. Við fylgjumst með skottinu og logginu. Þannig að nú getum við gert Heroku logs og að því ég er með 2 upp hérna hjá Heroku, þá þurfum ég að gefa upp, hvort ég er að meina. Þannig að þá segir ég hérna, flaggið er app og vefforritun. Ok, og svo býðum við. Ok, og þá sjáum við hérna í raun það sama og ef við værum að kalla í, þetta er bara það sama og skrifast út hjá okkur í skilina. Þannig hérna förum við upp og við sjáum hérna app lib users.js 82
if results length 1, okay, cannot read property length of undefined. Þannig að þá þarf ég að fara núna og debugga hvað í gangi. Í svona yfirleitt, ef þetta keyrir locally hjá okkur og við erum búin að setja upp gagnagrunninn og allt eins, það svona eini staður sem getur lent í vandræðum ef að gagnagrunninn ykkar ekki eins og þeir eru að selekta upp einhverju sem ekki til, þá ætti það að fá villuna locally. En hérna þetta en users.js 82. Ok, og finnum hérna, ok, það hérna find user, resultið kom sem undefined. Ok, þannig að find user, við erum að skoða hvort að það sé eitthvað. Ok, find user, það hérna kallið connect database, þannig að þetta svona, kannski ekkert svakalega þægilegt að debugga þetta. En það sem ég gerði hérna þess að tryggja þetta bara, ég var bara með eitthvað bull hérna. Þannig að í þessu tilfelli hefði þetta komið fram hérna hjá mér af því að ég hefði ekki getað tengst gagnagrunnum locally hjá mér af því að ég var ekki með rétt environment breytu. En þið allavega getið séð með þessu, hvað að gerast. Og ef þið lendið í frekari vandræðum, bara hafið samband og við finnum út í. En nóg í dag. Takk.